Í þessu vídeói sýnt hvernig verkefni er sett upp á heimasíðu námskeiðs eða það sem er oft líka kallað skilahólf. Verkefni er yfirleitt eitthvað sem nemandinn skilar inn í Canvas og fær endurgjöf og einkunn fyrir. Skilin geta verið í formi texta sem er skrifað beint inn í kerfið, einhvers konar skjal eða til dæmis upptaka. Það er líka hægt að stofna verkefni þar sem engu á að skila, til dæmis fyrir tilraun í kennslustund eða nemendakenningu eða þá að nemandinn á að gera verkefnið eða prófið á blaði. Þá er tilgangur verkefnisins að geta gefið endurgjöf og einkunn í Canvas og að nemandinn sjái verkefnið svo sem á heimasíðu námskeiðs og í námskeiðsdagatali. Til að setja upp verkefni er smellt á plúsin í einingu. Efst þarf að velja verkefni og smella á búa til verkefni. Verkefninu er gefinn titill sem nemendur tengja við og síðan er smellt á bæta við atriði. Hér er komin tengill í verkefnið en þá ennþá eftir að skrá skiladag, lýsingu á verkefninu og fleira. Það er smellt á verkefnið og farið í breyta hér efst til hægri. Hér opnast uppsetning verkefnisins. Lýsing á verkefninu og því sem nemendur eiga að gera er sett í ritilinn ásamt gögnum ef þeirra er þörf. Það er gott að kynna sér myndbandið ritilinn vel. Það er til dæmis einfalt að setja tengla í skjöl inn í ritilinn, taka upp vídeó og ýmislegt fleira. Fyrir neðan er skráð hámarkseinkunn. Það er algengast að hún sé 10, að minnst ef gefið er á skalanum 0 til 10. En það er í rauninni hægt að velja þann fjölda punkta sem hentar verkefninu. Stundum er punktafjöldin til dæmis látin endurspegla fjölda atriða sem verkefnið inniheldur. En ef punktafjöldi er til dæmis hafði 15, þá þarf að passa upp á að gefa einkunnir á bilinu 0 til 15. Það er ekki nauðsynlegt á þessu stigi að setja verkefni í verkefnahóp. Verkefnahópur sem er eiginlega frekar flokkur verkefna tengist vægi og er kennt í myndbandunum vægi verkefna. Sýna einkunn sem, ef einkunn er sýnt sem punktar þá endurspeglar einkunnin punktafjölda sem nemandinn fær út frá þeim hámarksfjölda punkta sem hann skráði fyrir ofan. Það er þetta að velja að sýna einkunn sem hlutfall eða lokið, ólokið til dæmis. Tegund skila þarf að tilgreina. Hér er algengast að nemendur eiga að skila skrá og þá er valið á netinu og upplaðnar skrár. Þá er hægt að skila hvers konar skrá. Nemandinn getur líka skilað vídeói sem hann á í Canvas Studio. Það er fleira hér í boði. Nemandinn getur skrifað beint inn í Canvas, skilað slóð eða upptöku sem er tekin beint upp inn í verkefnaskilin. Skilatilraunir eru oftast hafa róttakmarkaðar. Þá getur nemandinn skilað aftur og aftur þar til tíminn rennur út. Kennarinn sér nákvæmlega hvenær hverri tilraun var skilað og getur skoða hverja á eina. Það er líka hægt að takmarka tilraunir við ákveðin fjölda. Ef nemandinn fær eina tilraun getur hann skilað einu sinni og getur til dæmis ekki skipt út skjalinu sínu þó að tíminn sé ekki útrunnin. Ef nota á törnetin fyrir verkefnið þá eru hér stillinga vegna þess. Það er valið hvort skilnemenda eigi að fara í törnetin gagnagrunnin sem er nauðsynlegt ef það á að vera hægt að bera saman önnur skil síðar við þessi verkefni nemenda. Það er valið hvaða gögn á að bera skilnemenda saman við. Síðan er þetta fínstilla fyrir neðan hvort á að útiloka einhver atriði í samanburðarskýrslu. Neðst er valið hvenær nemandi á að fá aðgang að samanburðarskýrslunni. Hér er hægt að virkja verkefni sem hópverkefni og þá er nauðsynlegt að velja hópaflokk eða hópasett, annarkvort hópaflokk sem þegar hefur verið stofnaður undir fólk í námskeiðinu eða setja upp hópaflokkin og hópana hér. Í hópverkefni er nóg að einn í hverjum hópi skili. Skilin koma þá fram hjá öllum meðlimum hópsins. Einkunn og endurgjöf sem er gefin einum nemanda fer líka sjálfvirkt á alla meðlimi hópsins. Það er þó hægt að merkja við að skrá einkunn á hvern nemanda sérstaklega ef það henta betur og líka ef það þarf til dæmis að gefa tilteknum nemendum aðra einkunn en hópfélögum í lokin.
Það er áríðandi að hópum verkefnis sé ekki breytt eftir að skil hefjast. Hér er hægt að velja að nota jafningjamat í verkefninu. Það er hægt að úthluta mat í handvirt og þá velur kennarinn hver á að meta hvern eða sjálfvirt, sem sagt leyfa Canvas að raða saman af handahófi hver metur hvaða verkefni. Fjöldi mata á notanda, það er að segja hve mörg verkefni hver nemandi á að meta. Það þarf að úthluta matinu eftir að skiladegi er lokið. Ef ekkert er valið er jafningjamatinu úthlutað eftir skiladag. Jafningjamat er oft haft nafnlaust og þá þarf að merkja hér við. Það er sjálfvalið að allir nemendur í námskeiði eigi að skila verkefni, en það er mögulegt að velja að eingöngu tiltekni nemendur eigi að skila verkefninu. Hér er valinn skiladagur verkefnis og tími. Sjálfvalinn tími er 23:59 en það er sleginn eins á tími sem hentar. Þessar upplýsingar koma síðan sjálfvirt fram í námskeiðsdagatalinu. Tiltakt frá er hvenar nemendur mega byrja að skila verkefninu og þessi tími stjórnar líka því hvenar nemandinn fær aðganga verkefnislýsingunni hér fyrir ofan. Þar til tíminn lokar fyrir skil. Eftir þann tíma getur nemandi ekki skilað verkefninu. Ef nemandi skilar eftir skiladag merkir Canvas skilin sem sein skil, en oft er skiladagur og þar til tími hafður samhljóða. Það sést á skilum nemanda nákvæmlega hvenar hann skilaði, bæði dagsetning og tími. Hér er hægt að bæta við öðrum tímastillingum, til dæmis ef þarf að gefa tiltekna nemanda eða nemendum annan tíma eða lengri til að leysa verkefnið. Leið og nafn er valið, þá breytist úthluta til í efri glugganum úr allir í allir aðrir. Það er hægt að bæta við eins mörgum tímagluggum eða tímastillingum og þörf krefur. Með því að vista og birta kemur verkefni fram hjá nemendum á heimasíðu námskeiðsins og í námskeiðsdagatalinu. Það þarf að athuga að bæði verkefnið sjálft og einingin sem það er í sé birt nemendum á heimasíðunni. Með því að fara í nemandasýn er hægt að skoða hvernig nemandinn sér verkefnið og það er líka hægt að heimsækja námskeiðsdagatalið í nemandasýn. Þegar farið er í verkefni í leiðartré námskeiðsins þá sést verkefnið þar líka. Canvas heldur nefnilega utanum öll verkefni námskeiðsins hér. Hér er reyndar líka hægt að stofna verkefni, en verkefni sem er stofnað á þessum stað sést ekki sjálfkrafa á heimasíðu námskeiðs. Til að birta verkefnið á heimasíðunni þarf alltaf að fara í plústáknið í einingu og þar er hægt að velja verkefni sem þegar hafa verið stofnuð. En þetta er komið skilahólf eða verkefni. Takk fyrir.